Þá það 9. dagskrárliður Glerárdagur leyfi fyrir þyrlu skíðaferðum fólkfangur. Bæjarfulltrúi Sóley Björk hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ástæðan fyrir því að ég bað að fá þetta mál að dagskrá hérna í bæjarstjórn sú að ég tel að þetta mál sé aðeins vanhugsað og vanreifað innan bæjarkerfisins. Þetta var tekið til umfjöllunar í umhverfis- og mannvirkjaráði í síðustu viku og þar sem að umhverfis- og mannvirkjaráð lagði blessun sína yfir að þyrluflug yrði leyft til 1 árs en ákvörðunin auðvitað umhverfisstofnunar að taka en auðvitað mótar bæjarfélagið hlýtur að móta að einhverju leyti undirbyggja þá ákvörðun. Og það er svolítið nokkur atriði sem langar að reifa í þessu máli og ég ætla bara að byrja á því að lesa aðeins upp úr með leyfi forseta markmiði úr yfirlýsingu friðlýsinguna markmið friðlýsingarinnar og það stendur: markmið friðlýsingarinnar að vernda Glerárdal og aðliggjandi fjalllendi til útivistar fyrir almenning, náttúruskoðunar og fræðslu. Síðan þar að auki markmið sem snúa að náttúruvernd sérstaklega sem ég ætla ekki að fara inn í því að það nokkuð ljóst að þarna talað að lenda á snjó og ég held að sé alveg augljóst að það mun ekki verða jarðrask ef allt eðlilegt sem ég fulla trú á því að þessi beiðni sé sett fram í góðum hug og ekki til þess að vanvirða endilega fólkvanginn sem slíkan og alls ekki hugsað og algjörlega hugsa út frá því að það verði ekki neitt rask þarna á fólkvanginum en það sem ég held að við þurfum að hugsa líka eru atriði sem snúa að raski sem ekki jarðrask, það að segja hvaða áhrif mun hávaði frá þessari starfsemi hafa. Mun hann hafa áhrif á dýralíf, fuglalíf og mun það hafa áhrif á aðra þá sem að nota og þá ég að tala þennan almenning sem að nota svæðið til útivistar. Og ég bara kalla eftir að því hér inni sitja 2 fulltrúar að minnsta kosti úr umhverfis- og mannvirkjaráði. Hér situr líka fyrrverandi formaður umhverfisnefndar og það jú umhverfis- og mannvirkjaráð sem að í dag eftir stjórnkerfisbreytingar gegnir hlutverki umhverfisráðs. Þannig að ég myndi gjarnan vilja heyra líka frá fyrrverandi formanni umhverfisnefndar af því að þetta mál náttúrulega á sér langan aðdraganda. Það var starfshópur starfandi sem skilaði frá sér drögum og skýrslu 2013 og þetta búið að vera til umræðu í kerfinu í dálítinn tíma og vinnslu bara áður en við hátíðlega athöfn þessi fólkvang var stofnaður. Og ég held að og það voru umræður hvort það ætti yfir höfuð að leyfa vélaumferð í fólkvanginum og það var gert þrátt fyrir andmæli einhverra á þar meðal mín. Það held ég að fólk hafa ekkert skipt skoðun á. Ég meina það bara þar voru bara kannski hagsmunir þeirra notenda sem eru að nota svæðið sem voru að takast á og það ég held að sé alveg óumdeilt að fólkvangurinn meira leyti á veturnar notaður af fólki á vélum heldur en gangandi og skíðandi umferð en það ekki þar með sagt að það sé eina leiðin. Þetta hefðin og þetta svæði að mínum mati og fleira vannýtt útivistarsvæði og býður upp á mikil tækifæri til útivistar en hins vegar þá getur akandi umferð vélsleiða og jeppa hamla því en auðvitað það eitthvað sem bara búið að samþykkja og verður bara unni með en
ef að við förum lengra í þá átt, þá erum við auðvitað bara að minnka möguleikana á annarri nýtingu og annarri svona stemmingu í fólkvanginum. Og ég held að það sé bara mjög mikilvægt, og það er þess vegna sem ég bið að þetta sé hérna til umræðu, að við séum að taka hérna ígrundaða ákvörðun. Að við séum ekki bara að segja ok, pröfum þetta, að við séum búin að velta þessu fyrir okkur, hugsa ólíka hagsmuni, og ég vil líka benda á það að við erum ekki eins og búin að pröfa að hafa þennan fólkvang í 1 ár. Áður en við förum að breyta hérna skilmálunum. Og ég held að þetta bara hérna að pröfa það. Og það er svona ýmis atriði, til dæmis þegar maður les hérna ferðamálastefnu Akureyrarbæjar, þá þar eru svona 5 hérna meginmarkmið, svona þemu í stefnunni, og eitt af því er vistvæn og græn. Og ég svona velti fyrir mér hvort að það sé einhvers staðar annars staðar en í fólkvanginum þar sem að betur á við að styðjast við það markmið. Ég er ekki viss að svo sé. Ég held að þetta sé, fólkvangurinn sé akkurat staðurinn þar sem við ætlum að standa vörðum það gildi að vera vistvæn og græn. Ásamt auðvitað á fleiri stöðum. En mér finnst það bara að segja sér svo mikið sjálft, sko. Mér finnst bara, að ég held bara að þetta hafi jafnvel ekki verið hugsað til enda, og hérna og við ættum að skoða þetta, og einmitt í ferðamálastefnunni sko kemur fram, ef ég má með leyfa forseta að lesa aðeins upp á stefnunni, samhliða uppbyggingu virkjunar á Glerárdal verði unnið markvisst að því að kynna og þróa dalinn sem útivistarsvæði. Og þá er bara spurning sko á að kynna og þróa þetta þá með aukinni vélaumferð eða á að fara í hina áttina. Og ég segi bara að rökin þurfa að vera skýr, hvers vegna er rétt að leyfa þetta. Og ég vil heyra þau. Og út frá þessum vangaveltum mínum umhverfis- og mannvirkjanefnd og hvernig hún hefur núna ábyrgð á umhverfismálum og gerir sér væntanlega fulla grein fyrir því. Þá velti ég fyrir mig líka, því að við sko, í þessum stjórnkerfisbreytingum þá lögðum við niður umhverfisnefndina. Og það var í mínu huga ekkert einfalt mál. Það var ekkert bara svona, ég þurfti alveg að hugsa það og ræða við mitt fólk dálítið vel, og ég get alveg sagt ykkur það að innan míns hóps voru mjög skiptar skoðanir hvort að þetta væri góð tillaga eða ekki. Og ég stóð með því að þetta væri allt í lagi, það væri bara ágætt að gera þetta á þeim forsendum að nú væri umhverfismál allt umlíkjandi, og við vildum hafa þau þannig hjá okkur í okkar bæjarfélög, viljum við hafa umhverfismálin allt umlíkjandi, þannig að það væri ekkert óeðlilegt að segja sem svo að umhverfismál eiga bara heima í öllum nefndum. Allar nefndir þurfa að vera mjög meðvitaðar umhverfismál. En hins vegar ber umhverfis- og mannvirkjaráð ábyrgð á málaflokkinum. Og ég bara svona velti fyrir mér hvort að þessi breyting, sko, hvort við séum að lenda í einhverju svona millibilsástandi, það sem að nýja ráðið er ekki alveg fullkomlega búið að átta sig á sínu hlutverki. En síðan líka hugsa ég, og ég reyna bara að hugsa þetta í lausnum, ég kom ekkert bara til að nöldra yfir þessu, bara svo það sé alveg á hreinu. Að ég er búin að vera að hugsa hvað ættu við, hvað væri best fyrir okkur að gera í þessu, hvað á ég að leggja til, hvernig leysum við þetta mál, hvað getum við gert. Og ég held að það sem við getum gert er að vísa málinu til stjórnar Akureyrarstofu. Því að það er síðan nefndin sem að fer með sko afþreyingu, ferðamennsku, á þarna þessa ferðamálastefnu sem ég er búin að vera að vísa í. Og ég held að væri mjög gott að sú nefnd, það ráð, tæki máli til umfjöllunar og leitaði jafnvel eins og kemur fram í sko greinagerð starfshópsins sem ég nefndi áðan, sem var skilað desember 2013. Þar var sko ég vil nú kannski aðeins bara svona að með leyfi forseta lesa upp á því. Skipulag þeirra svæða sem liggja að fólkvanginum verði vandað og heildstætt. Landnotkun verði með þeim hætti að sem minnst hætta sé á árekstrum þeirra sem nýta svæðið allt.
Og síðan samráð verði við þá aðila sem nýta svæðið nágrenni Glerárdal, svo sem Skotfélagið, Hestamannafélagið, Akstursíþróttafélög og gengi tryggilega frá því að ekki verði árekstra að ræða vegna skipulagssvæðanna, hættu fyrir umferð, hávaða eða annað sem veldur truflun. Og þarna er verið að hugsa út fyrir svæðið. Þú veist, við erum að tala hávaða truflun inn á svæðinu. Þannig að bara svona svo það sé alveg ljóst að ég held að markmiðin með því að gera þetta að fólkvangi hljóta að hafa verið þau að þetta svæði ætti að vera einhvern veginn öðru sem heldur svæðið sem er ekki fólkvangur. Og það er náttúrulega einmitt tekið fram að þyrluflug sé bannað. Og ég er einhvern veginn bara svona af hverju vorum við að gera þetta þá var fólkvangi að við ætlum bara ekki að stýra þessu. Og af hverju, og getur líka og þetta ágæta þyrluflugsfyrirtæki sem ég vil bara taka fram að ég hef ekkert út á að setja, alls ekki neitt. Sem flýgur fólki upp á fjallstoppa og leyfir því að skíða niður sem er bara dásamlegt, ég væri ótrúlega til í þetta. Að það er ótrúlega mikið af fjallstoppum hérna. Það er alveg, þú veist, við eigum ótrúlega mikið pláss. Við Íslendingar erum bara svo heppin að sem er ótrúlega leiðilegt stundum og ótrúlega mikill galli stundum að búa í dreifbýlasta landi heimsins, þá hefur það líka þessa kosti að við þurfum ekki öll að vera að þvælast endilega á saman punktinum. Þannig ég held að við ættum að nýta þennan kost sem að þetta felur í sér í þetta skiptið og halda bara okkar fólkvangi til útivistar fyrir almennings og leyfa þessu svæði að njóta þess að við erum og tókum ákvörðun að stýra því, sérstaklega. Þannig að ég hlakka til að heyra frá ykkur og hugsanlega leggja eitthvað meira til máluna. Bæjarfulltrúi Sóley Björk hefur lokið máli sínu í bili. Þá er það bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf sem tekur næst til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Bæjarfulltrúi Sóley Björk óska eftir svörum frá okkur sem að setjum í umhverfis- og mannvirkjanefnd og mér finnst sem formaður ráðsins ég tilefni til þess að koma hérna og svara þessu. Mér langar svona aðeins að fara bara yfir hvernig málinu er háttað. Þetta er þannig að þetta kemur erindi til bæjarins frá þessu fyrirtæki. Það því er vísað til umhverfisráðs og umhverfisráð metur sem svo að þeir vísa þessu áfram til umhverfisstofnunar til ákvörðunar en umhverfisstofnun óskaði eftir umsögn umhverfis- og mannvirkjasviðs, nýja umhverfis- og mannvirkjasviðinu, umsögn þeirra hvað þetta varðar, þetta erindi. Er að ræða lendingu þyrlu á Snæfellsþakinu jörð, það er rétt eins og bæjarfulltrúi Sóley Björk kom inn á. Það er verið að ræða einnig líka tímabundna aukningu hávaða með þyrlu á svæðinu í 1 til 4 klukkustundir í það bil 30 daga á þessu tímabili. Bæjarfulltrúi Sóley Björk kom inn á Rask þarna áðan og var að tala að þetta snýri svolítið það hvaða áhrif hávaði frá þessu starfi muni hafa á svæðið og mér langaði svona aðeins að koma hérna inn á og lesa með leyfi forseta bæði yfirlýsingu friðlýsingu fólkvangs í Glerárdal og þess að mér langaði aðeins að fara yfir lögin fólkvanga. En það kemur hérna fram að markmið í friðlýsingarinnar í annarri málsgrein yfirlýsingarinnar kemur fram að það sé að vernda Glerárdal og aðliggjandi fjalllendi til útivistar almennings, náttúruskoðunar og fræðslu. Útivist. Það er ekki bara verið að tala þyrluflug í þessu tilviki, þessu erindi sem er verið að sækja heldur er líka verið að tala fjallaskíðamennsku. Og ráðið mat sem svo að fjallaskíðamennska væri útivist og taldi tilefni til þess að skoða það að gefa þetta leyfi og það voru allir í ráðinu samþykkir því að veita leyfi fyrir þessu en einungis tímabundið. Það var verið að tala tilraun til 1 árs. Tilraunin verður síðan metin að ári liðnu og kannað og í rauninni er þetta ekki einu svona 1 ár, þetta er fram í júní núna á þessu ári. Þetta er fyrirtæki sem hefur verið starfrækt í 10 ár þannig að þetta er ekki starfsemi sem er að hefja störf núna. Heldur hefur þetta verið í gangi eins og segi í 10 ár á þessu svæði og þeir eru að fljúga með skíðamenn á Tinda og sækja í dalbotnin með þyrlu og hefur gengið vel að þeirra sögn og ég veit nú ekki betur en hef ekki heyrt neitt annað en að þetta hafi gengið mjög vel. En mér langaði hérna aðeins, það er meira líka sem kemur það fram, það er verið að tala í 5. grein
yfirlýsingarinnar þá kemur einnig fram að heimilt sé að aka vélknúnum ökutækjum á snæviþakinni í jörðu og frosinni í jörðinni svo fremi sem ekki skapist hætta á náttúruspjöllum. Það þetta bara spurning varðandi rask og hávaða af hverju starfseminni fylgir meira rask og hávaði fyrir svæðið. Það auðvitað umdeilt hvort að það sé þyrla eða hvort það séu vélsleðar sem að sækja mikið þetta svæði. Það kemur einnig fram í þessari 5. grein umferð loftfara, til dæmis þyrluflug, sem trufla geti gesti og dýralíf óheimil án sérstaks leyfis Umhverfisstofnunar. Við gáum umsögn í ráðinu og við gáum jákvæða umsögn fyrir þessu að kanna þetta til 1 árs og Umhverfisstofnun tekur síðan ákvörðunina, ekki við. En það kemur einnig fram hérna undanskilið hefðbundið aðflug og brottflug frá flugvelli ásamt leitar- og björgunarflugi. Þannig að flug á þessu svæði ekki með öllu bannað. Og þar lendi töldum við líka ástæðu til þess að kanna hvernig þetta gengi því að það búið að markaðsetja þetta svæði fyrir fjallaskíðamennsku og við teljum að það sé bara hagur fyrir sveitarfélagið allt í heild sinni að prófa þetta og kanna til 1 árs. Takk fyrir. Ingibjörg Ólöf hefur lokið máli sínu, orðið laust. Dagbjört Pálsdóttir hefur orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég sit að vísu ekki í ráðinu í dag en sem fráfarandi formaður umhverfisnefndar að þá í raun og veru kom erindi til okkar alveg í lokin og við vísum því í raun og veru bara tilbaka þar sem að upphafið átt að vera að þetta átti fyrst að fara fyrir Umhverfisstofnun áður en þetta færi til okkar. Það sjálfsögðu margt sem eins og bæjarfulltrúi Ingibjörg kemur inn á að í friðlýsingunni að umræðan var töluverð er meira rask af til dæmis vélsleðum eða þyrluflugi og fólk ber ekki saman hvort meira rask á. Að vísu nefnir hún að þetta sé til árs en í raun og veru bara til lok júní. Þannig að þetta eru ekki margir mánuðir eða margir dagar sem ræðir og þetta er tilraun og finnst mér sjálfsagt að verði tekin umræða það eftir að þeim tíma lýkur hvernig það gengur upp á með áframhald. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Dagbjört Pálsdóttir hefur lokið máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég kem upp þar sem ég sit í umhverfis- og mannvirkjaráði og tók þátt í afgreiðslu þessu erindi og bara tek undir það sem að formaður ráðsins sagði hér áðan. Og bara bendi á það að það ekki verið að gefa út leyfi til ótímabundins reksturs. Þetta er tímabundið, þetta er tilraun. Þetta hefur verið stundað undanfarin ára á þessu svæði. Ég hef aldrei heyrt og það hefur ekkert komið fram það að þetta trufli neitt þarna frekar en einhver önnur umferð. Mér vitanlega. Og það væri afleitt, bara hreinlega afleitt að við ákveðum að friðlýsa þetta svæði og lendum svo í því að útiloka ákveðna starfsemi á svæðinu sem að við höfum rætt hér undir öðrum formerkjum að við vildum gjarnan ýta frekar undir sem ferðamennska fyrir einstaklinga sem eru tilbúnir til að greiða vel með sér og skilja þar af leiðandi hugsanlega meira eftir og ég get ekki séð að þetta komi til með að hafa neina afgerandi áhrif á umhverfið í þessu tilviki frekar en við gert hingað til. Og það kemur þá bara í ljós ef að þetta með þeim hætti sem að bæjarfulltrúi Sóley Björk að lýsa þá náttúrulega þarf að taka þetta til endurskoðunar og það verður hvort þið gert. Þannig að ég styð það bara einfaldlega að við samþykkjum þetta. Ég ætla líka að benda á það að ég kannski hugleitt að líka þegar við vorum að ákveða friðlýsinguna á þessu að við erum í raun og veru að færa ákvörðunarvald notkun á svæðinu suður yfir heiðar til annarra aðila sem mér finnst nú svona umhugsunarefni eftir á. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið máli sínu, orðið laust. Bæjarfulltrúi Sóley Björk.
tekur til máls. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Þannig stundum bara ótrúlega oft sem að málshefjandi kemur aftur eftir umræðuna og segir ég þakka góða og gagnlega umræður. Ég ætla bara að sleppa því atriði því að mér finnst þetta ótrúlega þunn umræða og engin rök þarna í málinu. Bæjarfulltrúi Ingibjörg, formaður umhverfis- og mannvirkjaráðs, telur að þetta falli undir útivist og vitnar þar með í friðlýsingaskilmálana. Ég vil bara segja að það er ágætt að hafa bara alla setninguna með, fellur þetta undir útivist almennings. Mér finnst nefnilega almenningsorðið þarna inn í friðlýsingaskilmálunum dálítið mikilvægt. Af því að eins og bæjarfulltrúi Gunnar bendir á þá er þarna að ræða atvinnustarfsemi, vel borgandi ferðamanna og ég tek af öllu hjarta undir með Gunnari að það er starfsemi sem við viljum ýta undir. En það er ekki þar með sagt að við bara stöndum ekki lappirnar, með neitt, ekki einu sinni fólkvangin. Eins og ég sagði, það er rosa mikið af stöðum hérna. Ég meina það hlýtur að vera hægt að stunda þessa starfsemi annars staðar og ég bara ímynda mér ekki að þetta verði, það að við stöndum vörð fólkvangin okkar verði þessu fyrirtækja falli. Að þetta sé tilraun til eins árs, þá bara spyr ég, hvernig á að meta þetta? Var það eitthvað rætt? Er búið að taka einhverja ákvörðun það hvernig árangur tilraunaverkefni sem verður metið? Ég bendi náttúrulega á það áðan, við erum ekki einu sinni búin að gera það á tilraun að hafa þennan fólkvang í 1 ár. Hefði það ekki verið fínt að meta það? Og ég held að það væri alveg lágmark að það væri þá allavega að gera einhverja áætlun hvernig á að meta þetta. Þetta kemur til endurskoðunar. Og svo talar Ingibjörg bæjarfulltrúi að þetta hafi gengið vel að þeirra sögn Tröllaskagabúa, að þá hef ég bara heyrt aðra sögur. Að það hefur bara verið kvartað yfir Hávaða, en reyndar hef ég líka heyrt að fyrirtækið hafi komið til móts við þær kvartanir og breytt flugleiðum og fært sig til vegna kvartana sem eru auðvitað mjög gott. Og það er kannski, má alveg segja velgengni, en ég er alveg augljóst að fólk hefur kvartað yfir Hávaða frá þessari starfsemi. Og svo þetta sem að bæði bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason og Ingibjörg kom inn á. Við berum ekki ábyrgð á þessi ákvörðun, hún er komin til Umhverfisstofnunar. Ég er bara ekki alveg viss að þið séu svona stikkfrí. Ég held að Umhverfisstofnun þurfi eitthvað frá okkur til þess að byggja sína ákvörðun á. Ég held að umsögn frá okkur skipti máli í þessu máli og þess vegna sem ég, og nú glemdi ég áðan að auðvitað átti ég að leggja fram þessa formlegu tillögu, ég er alveg að vera búin að læra að vera bæjarfulltrúi, og þá ger ég það bara núna og legg tillaga mín er eftirfarandi. Hlustið nú vel. Bæjarstjórn leggur til að málinu verði vísað til stjórnar Akureyrarstofu til umsagnar og hvetur stjórn Akureyrarstofu til að leita umsagnar notenda fólkvangsins. Þetta er eina sem ég bið um. Gerum þetta bara vel, vöndum okkur og þannig að við getum bara svona sagst hafa tekið ígrundaða ákvörðun. Er það ekki bara fínn díll? Ég ætla að lesa þetta aftur. Bæjarstjórn, vil ég klappa mig upp kannski? Bæjarstjórn leggur til að málinu verði vísað til stjórnar Akureyrarstofu til umsagnar og hvetur stjórn Akureyrarstofu til að leita umsagnar notenda fólkvangsins. Ég bara bið okkur að gera aðeins meira mál úr þessu, skoða þetta aðeins betur og senda þetta síðan frá okkur bara með góðri samvisku. Ok? Takk. Bæjarfulltrúi Sóley Björk hefur lokið máli sínu. Næst tekur máls Gunnar Gíslason bæjarfulltrúi. Forseti ágætu bæjarfulltrúar.
Mér finnst nú að bæjarfulltrúinn að gæta bara fyllstu kurteisi hérna í ræðustóli og virða það þó að fólk sé ekki sammála þeim. Því að það nú ekki hægt að fullyrða það að hér hafi ekki verið færð nein rök fyrir málinu. Þetta ekkert flókið mál. Þetta starfsemi sem búin að vera þarna í gangi undanfarin ár og ég skil ekkert í þessu upplaupi Vinstri grænna, bæði í umhverfis- og mannvirkjaráði og hér í bæjarstjórn vegna þessa máls. Vegna þess að þetta tímabundin ákvörðun. Þetta tímabundið vegna þess að menn vilja gera tilraun. Þetta tímabundið vegna þess að menn ætla að taka eftir því hvort þetta veldur þeirri truflun sem að rætt hér á ferðum fólks þennan fólkvang. Og mér fannst nú bæjarfulltrúi Sólveig Björk bara svara sér sjálf hérna áðan þegar hún fullyrði það og hafi verið heyrt það að viðkomandi fyrirtæki hafi tekið tillit til athugasemda og breytt flugleiðum og öðru slíku til þess að koma til móts við athugasemdir vegna þessara ferða. Þannig að mér þykir bara nokkuð liggja ljóst fyrir hvernig þetta mál stendur. Það stendur bara vel. Og ég sé enga ástæðu til þess að vísa þessu málinni Akureyrarstöð til frekari umfjöllunar vegna þess að við getum bara hreinlega að klára þetta mál hér. Og ég ætla að benda á sem steitt enn í þessu máli að nú stinglendi því sem var komið upp í kollin á mér rétt eina ferðina. En ég bara legg til að við vísum þessu ekki til Akureyrarstöðu heldur bara klárum þetta mál svo þetta fara að gangi. Já, það enginn að leika sér stikk frían. Það Umhverfisstofnun sem tekur ákvörðun. Það sjálfsögð eftir að hafa fengið umsögn Akureyrarbæjar. Og ég geri fastlega ráð fyrir því að Umhverfisstofnun hlusti þá á umsögn Akureyrarbæjar og þar með þetta okkar ákvörðun. En ákvörðun samt tekin fyrir sunnan. Og það bara það sem ég að benda á. Við hefðum kannski bara að halda þessu verkefni hérna heima og stýra það í alfarið sjálf. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið máli sínu. Orðið laust. Það sem enginn hefur kast til hljóðs. Það sem sagt tillaga frá bæjarfulltrúi Sólveig Björk að vísa þessu til Akureyrarstofu. Þeir sem geta samþykkt það, eins og þess gefi merki. Það einn þeir sem á móti. Það 9 og einn situr hjá.